Þú ert það sem þú hugsar og í orðskviðum í biblíunni mikið talað hugsanir og rauninni í allri biblíunni og hversu mikla þýðingu hugsanir okkar hafa fyrir líf okkar. Og í orðskviðum, og nú ég með ensku þýðinguna því þetta var þýtt, þýðingin náði ekki, merkingin náði sér ekki gegn íslensku þýðingunni. Það segir í 23. kafla orðskviðanna 7. versi: For as he thinketh in his heart, so is he. Það sem við hugsum, það sem við trúum í hjartanu, það erum við. Og þetta kemur heim og saman við fullt af öðrum versum í biblíunni og líka það sem Jesús var að kenna þegar hann gekk á jörðinni, þegar hann sagði að lífið sjálft kemur úr hjartanu, út úr hjartanu, það sem kemur út úr hjartanu okkar, það það sem sörgar okkur. Og hann sagði til dæmis að matur sörgar okkur ekki, hann sagði að það að borða með óþvegnar hendur, það ekki það sem sörgar okkur, ekkert utanfrá sem kemur inn í okkur getur skaðað okkur, heldur það sem skaðar okkur og sörgar okkur, það sem kemur út úr hjartanu. Og þá erum við að tala hvað það sem að skaðar okkur, gerur okkur veik, lætur okkur líða illa, hvað það sem slæmt fyrir okkur, og það fyrst og fremst það sem kemur út úr hjartanu okkar. Og í hjartanu okkar situr það sem við trúum, það sem við hugsum og það sem við segjum fyrst og fremst. Og vísindin hafa staðfest það sem að Biblían og orð Guðs hefur kennt í öll þessi ár, að allt orka, og það talaði reyndar nota orðin kraftur eða máttur í biblíunni, en það það sama og orka, og það talaði orkuheiminn eða hinn andlega heim eða hinn ósýnilega heim í biblíunni sem þessi orkuheimur, og bak við þennan efnisheim sem við lifum í, sem þessi sýnilegi heimur, það þessi orkuheimur, og allt orka, og hugsanir okkar orka, orðin okkar orka, tilfinningar okkar orka, heilsan okkar orka og svo framvegis. Og þegar við áttum okkur á þessu, að þá fyrir við að sjá að við erum alltaf að skapa líf okkar og orkun okkar með því hvernig við hugsum, hvað við erum að segja og hvað við trúum í hjartanu. Og sterkasta orkun okkar, það sem við trúum. Og ef við tökum bara eitt lítið dæmi, ef við trúum því að ég sé ekki nóg, að sú trú orka, kraftur sem situr í hjartanu sem býr til hugsanir, ég ekki nóg, ég ekki nóg góð, ég ekki að gera nóg, ég hef ekki nóg og svo framvegis. Þessar hugsanir búa til tilfinningar sem eru streita, skortur, ég ekki nóg, skortshugsun, kvíði, ótti við að vera ekki nóg góður, ótti við að vera ekki nóg, og þessi trú og þessar hugsanir búa til hegðun, athafnir eða athafnaleysi, skoðanir, væntingar, upplifanir, og í rauninni það þannig að þú sérð ekki sjálfan þig og heiminn og veröldina með augunum þínum, heldur með hjartanu þínu. Það að segja hverju þú trúir. Og það svo mikilvægt að við séum tilbúin til að skoða hjarta okkar og að við séum tilbúin til að vinna með okkar hugafara. Þegar við ætlum að breyta tilfinningum okkar sem eru líðan okkar, heilsan okkar, lífin okkar, þá þurfum við að breyta orkun okkar og þá þurfum við að breyta hugafarinu okkar. Hver einasta hugsun og orku, ef við erum að hugsa kannski 60 til 80.000 hugsanir daglega, þá þetta ekkert smá mikið magn orku eða krafti sem við erum að framleiða innan með okkur, og við þurfum að vera tilbúin til þess að vinna með okkar eigið hugafar og umbreyta því, eins og segir í Rómverjabréfinu 12. kafla, að við erum að umbreytast með hinni nýja hugafari. Guð að kenna okkur hvernig breytust við með því að umbreyta hugafarinu okkar, og það þýðir að við þurfum að stýra hugsunum okkar og velja hugsanir sem eru heilbrigðar, fallegar og bjartar, hugsanir sem eru fullar af ljósi, ekki hugsanir sem eru fullar af myrkri. Ljósi, Guð ljósi, og ljósið skilyrðislaus kærleikur, friður, gleði, þakklæti, frelsi, allsnætti, traust, trú, hamingja, árangur, velgengni, heilbrigði og svo framvegis. Það ljósi, og svo eru myrkri, kvíði, ótti, hræðsla, depurð, streita, þreyta, áhyggjur, svartnætti, þunglyndi, svartsýni, áföll, erfiðleikar og þrengingar og allt þetta. Og spurningin hvoru megin ætlum við að vera, og það þannig að við höfum vald yfir okkar eigin hugsunum, við höfum vald yfir okkar eigin orku og við höfum val, og við þurfum að velja ljósið og velja hugsanir sem eru heilbrigðar, velja að stýra hugsunum okkar og umbreyta þeim, af því það sem við trúum bara það sem við hugsum aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, þar til við förum að trúa því, og við getum breytt því
Við getum breytt því og mig langar núna til að gera eina örstutta hugleiðslubæn með þér þar sem að þú ætlar að leyfa Guði, leyfa ljósinu fara inn í hugarfarið og hreinsa það. Og það sem að gerist að þegar að ljósið sem þessi sterkasti, heilbrigðasti, öflugasti kraftur, máttur sem til í allri veröldinni og í ljósinu ekkert myrkur, þegar ljósið kemur inn í hugsanir okkar þá hreinsast þær og allt myrkrið eða neikvæða orkan, þessar neikvæðu hugsanir, þær hreinsast út og það koma hugsanir sem eru fullar af friði, fullvissu, gleði, fögnuði, þakklæti, kærleika, frelsi, trausti og svo framvegis. Þannig að mig langar til að bjóða þér að taka núna 2 mínútur með mér til þess að gera þessa æfingu og sjá umbreytinguna sem að verður í þínum eigin hugsunum við að gera þessa æfingu. Ok. Ég ætla að bjóða þér að bara draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá lokar augunum. Og þú finnur að þú ferð inn í þægilega himneska slökun, afslöppun og ró. Og ég ætla að biðja að tengja við hjarta þetta andlega hjarta og ég ætla að biðja að sjá það fyrir þér í huganum. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að það er svona litlar dyr á hjartanu þínu og hinum megin við dyrnar fyrir utan hjarta stendur ljósið og bíður eftir að þú hleypir sér inn í hjarta og ég ætla að bjóða þér núna, ef þú vilt, að taka ákvörðun frá hjartanu að opna dyr hjarta og hleypa ljósinin, hleypa Guðin í hjarta Ég tek ákvörðun frá hjartanum að opna dyr hjarta míns og ég hleypi ljósin, ég hleypi Guðin í hjarta mitt. Og ég þakka fyrir að ljósið það læknar, það hreinsar og það umbreytir. Og þú finnur létti og þú finnur hvernig það kemur birta og kraftur og ljósin í hjarta þetta. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að hleypa ljósinu inn í hugsanir mínar og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur þeim að þú hreinsar hugsanir mínar og þú fyllir hugsanir mínar af friði, fögnuði, kærleika, trausti, trú, hlátri, heilbrigði og birtu. Og þú finnur mikið létti í hugsunum, finnur að kemur svona ró og friður inn í þær, það er verið svona hægari og afslappaðari, það er verið bjartari og heilbrigðari. Og þá ættu bara að draga djúpt inn andann, opna augun og þá finnur að þú ert komin tilbaka til fullra vitundar, þú finnur fyrir létti innan með þér og þér líður stórkostlega vel. Ef þú fannst fyrir einhverju í hugleiðslunni eða tengdi við það sem ég var að tala þá máttu, eða bara ef þú ert með einhverja spurningar, þá máttu kommenta neðan, íta á like, reposta, deila eða íta á fylgja. Annars segi ég bara takk kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel.